verkefni 6 snýr aftur að bókabúðinni en núna erum við búin að taka 2 ítranir á útlitið þar og erum orðin sátt og eigendur orðin sáttur en núna þarf að koma verkefni fyrir þannig að það séu einhver tól til staðar og að verkefni sé til staðar á GitHub þannig að viðkomandi sem tekur við því hafi stað til þess að fara og vinna það og það sem að þið ætla að gera er að setja upp þessi tól sem við vorum að skoða Node.js, BrowserSync, StyleLint og Concurrently til þess að geta nota SAS og geta gert breytingar sem sjást strax í vafra og það fyrsta er að skipta upp öllu CSS-inu í skrár sem eru hérna undir styles í verkefnamöppinu sem er gefin og þá búið að skipta upp þessu fyrir hvert part þannig að við erum með eitthvað global sem að séur þá í raun breytingar sem eiga til við allt til dæmis fyrir buttons eða arref eða reset síðan erum við með config það sem í raun einhverja stillingar eins og fyrir griddið okkar, fyrir max width, transitions og svo framleiðis það sem er sameiginlegt og síðan fyrir í raun viðburðapartinn bókapartinn og headerinn þannig að þarna í raun allt sett upp og búið að skipta þessu niður þannig að það hægt að einblína, það ekki allt í sömu skráni og síðan erum við með skrá hér sem á í raun að innifela þetta allt inn og vera það sem að SAS keyrir á og spýtir út style CSS síðan erum við með gefna gitignore skrá hérna og hún sleppir því að nota style CSS af því það er það sem er búið til út frá SAS-in okkar og hún sleppir því líka að innifela node modules þannig að ef þið eru með þetta rétt þá eru þið alveg í góðum málum þarna síðan önnur mappa hérna sem heitir git attributes sem passar upp á þessi samræmi í raun hvernig farið er með línur og texta bil á milli hérna Windows og ekki Windows þannig að þetta ætti ekki að vera bara innifela þessa og þá eru þið góð sama með editor config þetta samræmi líka indention style og hvernig við hérna setjum end of line setjum notum line feed, ekki line feed og return karakterinn hvaða charset við erum að nota og hérna þarf við að sækja editor config til dæmis fyrir VS Code, editor config for VS Code pluginið sem að lesa þessa skrá og passar upp á þetta sé allt rétt. Síðan gefið StyleLint þannig að þið þurfum að sækja inn í npm eða með npm þessa konfiga hérna ásamt að sækja StyleLint sjálft og já síðan í raun þetta byggir á verkefni 5 þannig að þið getið tekið sýnilausnina á verkefni 5 sem kemur á miðvikudagskvöldið eða miðvikudaginn já og þetta verkefni fyrir næsta þriðjudag eða þriðjudaginn næstu viku